Tak- og lyktarsjónvarpið eftir Hjalta Bjarnason. Tak- og lyktarsjónvarpið, stysta taksaga í geimi. Hjalti, rithöfundur, myndskreytir sögurnar sínar. Flestar taksagnanna voru í Stundin okkar. Hjalti samdi taksögurnar og teiknaði myndirnar á árunum 1975–79, þá 5–10 ára. Lyktarsjónvarpið var tekið upp 5. febrúar 1979, sent út 11. febrúar. Freyjukettir, norræn menning, önnur útgáfa 2010 og svo ESB-númer. Tak hefur fundið upp sjónvarp. Í fyrsta sjónvarpinu sjást aðeins einhvers konar skuggamyndir. Þetta heitir glersjónvarp. Tæknin var ekki betri en þetta. Svo finnur Tak upp svarthvíta sjónvarpið. Það sést miklu skýrar í því. Þetta er póstkassi á stjörnu Taks. Tak sýnir geimverurnar sem fundu upp ýmsa hluti. Á myndinni stendur geimverurnar sem fundu upp kertið, slökkvitækið, ljósið, rafmagnið, hengikojuna, geimfrímerki. Og frímerki með þessum frægu geimverukörlum á sem fundu upp ljósið, kertið, slökkvitækið, rafmagnið, hengikojuna. Einnig geimbréf, opið geimbréf, geimfrímerkjastimplar og fleira merkilegt, svo sem Taxius hitamælirinn, sem Tak fann upp. 1 gráða á Taxius er 10 gráður á Celsius. Hér er efnasérfræðingur, gömul mynd sem ekki er til í lit. Kvef geimveran, sætari í svarthvítu, því þá sést ekki rauða nefið hennar. Þetta eiga að vera myndir af taki og geima að finna demant. Geimi og lítill krakki að læra. Tak og geimi skemmta sér á smástirni. Mjög merkileg mynd sem náðist af draug. Geimi urrar grrr. Draugurinn segir bu bu og geimveran hjálp, draugur. En myndgæðin eru bara í lágmarki. Þetta verði ég sko að bæta, tæknilega, hugsar Tak. Í þessu svarthvíta eða gráa sjónvarpi sýnir Tak hina frægu fornu Neptúnuspúður uppskrift sem fannst í helli, rifið og snjáð gamalt handrit, mjög verðmætur fornleifa uppgröftur. En þessi útsendingartækni er svo lítið frumstæð og hallærisleg, það finnst Taki. Já, léleg útsending, gæðin barasta í algjöru lágmarki. Tak er sko ekki ánægður með árangurinn. Næst finnur Tak því upp litsjónvarp. Þá getur hann sýnt hina fornu uppskrift af Neptúnuspúðrinu í lit. Sjáiði muninn? Í púður uppskriftinni stendur hveiti, brennisteinn, salt, saltpétur, kalsíumklóríð, Neptúnuspúðrið og kallast nep. Tak fer nú að hugsa. Þið munið að heili í geimveru vegur 30 kíló en meðal geimvera vegur 50 kíló. Það er
verst að geta ekki fundið lykt úr sjónvarpinu, aðeins heyrt og séð. Tak býr til lit, hljóð og lyktar filmudósir, Ilm-Betacam, sem á að stinga inn í sjónvarpið. Þær líta svona út, séð beint framan á og á hlið. Fyrst ilmvatnsauglýsing. Lesin með ógurlega væmnum mjórómi. Mín á ilmvatn, notið mín á ilmvatn. Svo kemur með grófri nornaröddu. Fast á nornastig 54, sími 5444,000,004 í 12. veldi. Þetta 12 lesist í 12. veldi. Svo heyrist væmni málrómurinn aftur. Notið mín á ilmvatn. Þá flugeldaauglýsing. Fyrst uppskrift af forna sprengipúðrinu sem heitir Nep. Það heyrast sprengingar og ílu blísa væl og hávaðinn endar á kvelli, sem í fílubombu þegar hún springur. Allt húsið fyllist af fílu. Fiskur fæst hjá úldna fisksalanum, aðeins legin, aðeins úldin, aðeins 15 geima ára. Komið og kaupið fisk, góðan fisk, Yldu fisksalil. Svo kemur mynd sem heitir Heimsóknin í svínastíuna. Leikhljóð. Svín falleg og góð dýr, segir Tak, og mjög hreinleg þegar þau frjáls í náttúrunni. En oj, segir Tak, þetta sjónvarp mistök. Það allt orðið fullt af skítalykt. Ég verð að losa mig við þetta lyktarsjónvarp. Þetta vitlausasta uppfinning sem ég hef framkvæmt. Þessi taksaga svona stutt vegna þess að uppfinningin alveg mislukkuð. Taki dettur í huga athuga hvort draugurinn sem myndin náðist af á stjörnunni vilja ekki lyktarsjónvarp. Draugurinn sagðist vilja vera sjónvarsdraugur. Kannski getur geimi hnusaðan uppi. Þrjátíu taksögur, barn semur handa börnum.